Tré lífsins frumkvöðlaverkefni í þróun sem vill bjóða upp á nýjan valmöguleika við andlát. Verkefni skiptist í persónulegan gagnagrunn, minningasíðu og gróðursetningu ásamt tré í minningagarði. Í persónulega gagnagrunnin gefst þér kostur á að skrá þínar hinstu óskir. Það hefur engin aðgang að þessum upplýsingum nema þú þar til eftir andlát þitt þegar nánustu aðstandendum verður veittur aðgangur að þeim. Í gagnagrunnin gætir þú til dæmis skilið eftir skilaboð til ástvina eða óskir tengdar útför. Minningasíðan staður fyrir eftirlifendur til þess að minnast ástvina sinna og rifja upp ljúfar minningar sem urðu til á lífsins leið. Á minningasíðunni verður að finna mynd af hinum látna, æviágrip og gestabók þar sem hægt verður að skrifa skilaboð til þeirra sem fallin eru frá. Hvert tré í minningagörðunum verður merkt þeim sem undir því hvílir og tengt minningasíðu viðkomandi. Bálstofa trés lífsins verður bjart og hlýlegt rými þar sem aðstandendur geta átt hinstu kveðjustund með ástvini sínum og verið viðstaddir á meðan bálför fer fram. Að henni lokinni fá aðstandendur duftker ástvinar síns í hendurnar og gróðursetja það ásamt tré í minningagarði. Mér finnst það svo notaleg tilhugsun að fara út í náttúruna og fylgja svo með því hvernig tré látins ástvinar að dafna. Sorg og tár og hönd og húð, sannleikur og sjúkrarúm og síðan kveðjustund og óskinum að við hittumst aftur hinum